Komið sælir, kæru áhorfendur og verið velkomin í þessa beinu útsendingu frá Íslandsmóti Símans í netskák. Í kvöld verða tefld 2 einvígi í 16 manna úrslitum. Við byrjum á einvígi stórmeistarans Helga Ásgeirssonar og Björns Hólm Birkissonar, en seinna einvígi kvöldsins er einvígi stórmeistarans Vignis Vatnar Stefánssonar og alþjóðlega meistarans Alexander Domalchuk Jónassonar. Með mér í kvöldi sérfræðingurinn Ingvar Þór Jóhannesson. Ingvar, velkomin til leiks. Takk fyrir. Ég mjög peppaður mætti skákpæsu. Gott að heyra. Sjálfur heiti ég Bjarni Karlsson og við verum með ykkur hér í kvöld. Ingvar, ef við byrjum á fyrra einvíginu Helgi Ás Björn Hólm, veðbankarnir segja að Helgi Ás fari létt með þetta? Þeir segja það og ég verði eiginlega að taka undir það. Ég vona því. Helgi er stiga herri reyndari og hefur verið á þessu sviði áður. Björn Hólm, er þetta ekki fyrsta einvígi hans í þessu móti? Jú. Þannig að það er svona ákveðin brekka, kemur ávart ef að myndi mæta henni í fyrsta einvígi og fara að leggja Helga Ás á velli. En svona að því sögðu, Björn Hólm er mjög tröstur skákmaður og þetta er 6 skáka einvígi, þannig að mér byrja vel. Þetta er rosalega mikilvægt að byrja vel. Þá er smá séns, en við myndum ekki setja mikið á það. Við höfum séð áður í þessari keppni að þegar menn tefla, hvað maður að segja, svona jómfrúar einvígið sitt í þessu, þá verðist þeirra smá skjált í mönnum. Já. Að vera mættur á stóra sviðið og það hefur áhrif á taflmennskuna. Við sáum það til dæmis síðast. Björn Hólm er vissulega stigalægri og tölvört, hann hefur minni reynslu en Helgi Ás vissulega, en Helgi hefur samt sjálfur talað um það að hann fílar sig ekki alveg í netskákinni. Nei, reyndar rétt. Hann er harðari við borðinu. Maður fær svona meira, hann er með svona slettum svona presens við borðinu. Heldur betur. Hann er með svona nervuru sem að getur gert með litla í sér, sko. Hann er svona algjörlega mikið einbeittni og er svona, já, svona mikið sterkur við borðinu, þannig að það getur svona stuða menn og menn, já, bara ná sér ekki streik með einbeitingu. En neti, þá ertu bara, þú ert bara sjálfur á músin, þannig að það er kannski erfiðar að vera hræddur. Það er rétt. Fyrir þá sem hafa ekki upplifað þetta að vera með Helga Ás fyrir fram að sig, alveg rauðan af einbeitingu og halla sér yfir miðborðið. Þá skynja maður orkuna frá honum. Þetta er upplifun, ég mæli með þessu. En við sem sagt fáum einvígi Helga og Björns eftir örskama stund og það er Björn Hólm Birkisson sem að fær hvítt í fyrstu skákinni. Já, hann hefur leikið með hvítu. Traustur skákmaður, byrjar yfirleitt tablið á 1-4 og við eigum vonað því að sjá E4 og modern svo kallan, E4 G6, þar sem Helgi er svolítið svona býður í skotgrófunum. Já, ég myndi að halda það, já. Já, þú minnist að þetta, ég veit ekki hversu oft ég telt við Helga. Lengi vel svona gekk mig vel á móti Helga í hraðskákum yfir borðinu. Svo eitthvað augnablikki þá var ég alltaf að lenda í jafnum stöðum og bara, við lendum báðir tímar ekki og maður skynjar svona orkun og einbeitinguna og hann einhvern veginn bara náði alltaf betri einbeiting. Já, það er svakalegt. Þeir eru byrjaðir. Við skulum fá þetta upp. Þannig að þarna sjáum við þá. Já, Ingvar er að tala um E4 og modern og það er nákvæmlega það sem er komið upp á borðið. Björn stýrir hvítumörunum og Helgi teflir það sem við köllum á íslensku tísku vörn sem er að skjásetta. B4, hann fekk eiginlega bara nákvæmlega sömu stöðu held ég á móti borðið daginn í leikkákmótinu. Einmitt. Þá er ég ofta að spá í var reyndar aðeins öðru þessu staða og þá hafði ég ágjörð sem riddara B4 hvort að hvíti gæti í einhverjum tilfengum bara bakka með riddarana B og reynda að leggja C3. Hérna á það ekki við, þar sem P náttúrulega E4 er óvalda. En á leikkákk þá var staðan aðeins öðru þessi. Stíll Helga Ás með svörtumörunum hefur oft verið svolítið að bíða og halda sér svona á floti í stöðunni og láta andstæðinginn aðeins koma og sprengja sér stundum. Já. Hann er góður í gagnárásum, counter attack. Björn er kannski ekki með mjög sóttjarnan stíl, hann svona fer sér frekar hægt. Já. Hefur þetta skiptir þetta einhverju máli í kvöld, heldur? Já, það geti gert það. Ég tel að svona bíða og sjá stíl hendi kannski ekki jafn vel á móti Helga. Menn þau eru svona aðeins að fara meira á hann. Þannig að, já, við kannski sjáum mjög fljótlega í hvað stefnir í sinni, held ég. Björn allavega má eiga það að hann teldi byrjunleikina frekar hratt, ólíkt. Já, Biskup Ethru strax, ánægður með það, því að Svartur Hótt er að leika bara G5 og vinnunda P og E4.
Þannig að valda það. Biskupin kannski ekki sérstaklega sterkur hann á F3 en einhverju möguleikar í vissum stöðum að Já, áttu við það sem möguleiki fyrir hann að leika kannski E5 einhvern tímann og... já, í einhverju stöðum en maður sér ekki alveg svona Nei. nánustu framtíð. Já, Björn hefur telt byrjununa frekar yfirvegað og spurning hvort að Helgi einmitt, þetta var einmitt Já, að hugsa Helgi hrifsi til sín frumkvæðið, leikur C5 reynir við frumkvæðið. Spurningin er, nú er peðan svo D6 onni og hann leikur bara byssu C6 undirbýr þá, já, setur árás á F4 hótar afturleika G5 kannski einmitt. og allt í einu lúrir þessi riddara B4 sko, sem að byrja svolítið klaufulegur nú er hann svolítið fyrir hvítum. Einmitt. Hann hefur áhrif á stöðuna með að pressa á þetta peð á C2 hvíta drottning er svolítið bundin við það. Björn valdar þarna E-peð með hrókur E1 en Björn er með betur tíma Já, það, Helgi kannski örlítið svona of afslappaður í fyrstu skákinni. Hann er komið með 1:30 á klukkunni. já, kannski ekki alveg búin að finna tempóið. Drottning C7 undirbýr jafnvel hrókur A til D8 klára liðskipurina. Já, Að klára liðskipurina, Ingvar, það er eitthvað sem að byrjendum er kennt og sterkir skákmenn þurfa stundum að minna sig á. algjörlega. Eitt góður skákmaður teldi í gegnum heilt mót núna á dögunum og með þetta af vopni út með mennin og hrókara og hann vann alla skákinnar, Stefán Steingrímur Bergsson. Já, bara til hamingju Stefán Steingrímur þvílík frammistaða í B-flokki haustmótsins, fekk 9-9 Ótrúlega á móti mönnum á svipuðu stigabili. Virkilega jafn og þéttur hópur sem hann var að tefla við. Já, ég bara meina það from the bottom of my heart sem hann slettið að þetta var bara virkilega framúskarandi árangur hjá Stefáni og frábært tafmennska. Þetta er hvasst yfirvegað Algjörlega. og að festu bara Já. öll þú tekið alveg fullt af lýsingar og þau öll við og ég veit að hann var undirbúið sér vel líka stúdar ennstæðingin pældi í honum hann fellir einn patta hjá Helga En byrjuðu fellur á C2 á móti. 7 á móti, já, ok Er þetta ekki, var ekki Björn aðeins og bráður á þessu? aðeins bráður og skiptavinnur að þeir hafði nógun tíma það þurfti hann ekki alveg að Greip þarna óvalda peða hans að hugsa sig. En að því vorum að tala haustmótið Ingvar, virkilega vel heppnað og vel mannað, vel sótt mót hjá Tafélagi Reykjavíkur. já, við vorum virkilega ánægð með þetta Frábært, gaman að sjá mikið líf í íslensku skákliði. Býtu biskup H5, nú er aldeilis ætla Björn Hólm að máta eða... Já, það er náttúrulega frekar einfæld vörn að setja bara riddara á F5 eða F8 Ég mitt, nú þekkt orðatiltæki Knight on F8 no mate. Já, En hann fer á E5, hann stendur þetta frábælega það líka, valdar F7 og G6. það spyr maður sig hvað er þessi biskup að gera H5 sko Virkar mjög yfirbúrskent. Já, Já. þetta er kólun á svart það er skipta með Róni hvítu þarf að huga biskup með H5 og í ofanalega geti komið eitthvað drottning BSS leikur og fleira, þetta er svona allt að hrynja Já, og er eins og þessu ákvörðun, já, skyndi ákvörðun að taka þetta peða H6 hafi svona komið bara þráðbeint og lóðbeint í andlitið á byrni þannig. ég skildi ekki alveg þessa ákvörðun vegna þess að þegar maður eins og Helgi Áskriftarsson er annars vegar þá ætti maður að hugsa sér tvisvarum þegar að Já, ykkur, eitthvað gefst svona, virðist vera ókeypis. akkurat sko. Þannig er nú, Sjáum að Helgi drepa hrókin í hotninu, það er svona ágættu stundum að putta regla að drepa hróki sem er fjær miðborinu bara til þessi erfæra að, já, endurvekja svona ákveðna liðskipan. hvaða punktur? D5 kemur, Hótar drepa F3 og G3 núna. já, komið pínulítið óvart við fyrstu sín vegna þess að ok, svartur liði yfir og hefði kannski viljað uppskipti en taktísk gengur þetta fullkomlega upp eins og Ingvar segir, E-drepa D5, riddari drepa F3, hrókur fellur á E1 og allt í skralli hjá hvítum. Já, og riddari drepa F3, það er allt. Já, við getum líka tekið á D5, það er, já, fátt vopn eftir Og skyndilega er Björn kominn í 20 sekundur og það er onni á G3 núna, þá er þetta bara að vera búið, held ég. Ég held að Helgi sé að komast eitt og lifir með svörtu sem er mjög sterkt. Og já, eins og við tölum fyrir einvíð, þá hefði það skipt sköpum fyrir Björn í þessu að komast strax inn á kraft í einvíð. já, sérstaklega með hvítu. Þetta eru það stutt einvíð að það gefst engin tími til þess að vera að tefla sig í gang, það þarf að byrja krafti. Já, og já, Helgi, D4 skákmaður,
Og hérna fær hann svona smá pillu, C5, þetta einhver lína sem kent við Austuríki. Já. Nýlegt námskeið sem að Jan Gústason hendi á Chessable. Það er rétt. Helgi teflir þetta ekki eftir, eða hvað að segja, hann teflir ekki beittustu leiðina fyrir hvítan. Nei, ég myndur að segja að svartur sé nú mögulega búin að fullkomlega jafna taflu bara strax. Já, ég held að það sé rétt. Fyrir áhuga sama þá er þetta C3 besti leikurinn hér og drepa svo D4 en... Já, þú veist bara að kíkja eitthvað á þetta. En þetta er, alveg rétt já, ég held að svartur sé með jantaflu núna og kannski er Helgi líka bara sáttu við að tefla þannig stöðu. Já, ég meina það er ekkert að hvítu stöðun, báðir eru búin að koma sínum mönnum út, ég meina svartur í rauninni ef hann stöðtur okkar þá er hann undan að hróka og ekkert að liðskipan hjá honum. Nei. Að þeir sögðu þá kannski rittarinn í þessu gæti staðið örlítið betur en svona það er rétt. Heilt yfir hlýtur þetta nú að vera jafnt tafl sérstaklega í tölvunum. Og við getum fengið að sjá núna rólega stöðubaráttu. Helgi leikur kongur E2 áhugaverleikur. Það er svona ágætis regla þegar búið að skipta upp á drottningum og miðtaflið er rólegt að það var ekkert endilega neina ástæða til þess að hrókara. Það var bara kongið nálægt miðborðinu. Já, stendur bara vel þarna, erfitt að sækja á honum. Já. Sérstaklega því að svarti rittarinn hefur engan greiðan aðganga að hættulegum ritum eins og D6 eða F4. Og eftir einhverju uppskipti þá er þessi kongur fljótur út á miðborðið í endataflinu. Lærdómsíkt hjá Helga. Ég held að þetta hendi Helga bara mjög vel. Hann er sterkur í svona stöðum. Svona rútinera D4 skakmaður. Já. Þannig að gæta hans besti G3, af hverju ekki. Það er svona prinsipalleikur, móti rittar á G6 og Helgi er mjög svona prinsipmaður. Einmitt. Ok. Hrókus í 8, Björn með fína stöð eftir byrjunina en við erum sammála um að hún sé bara í jafnvægi. Já, Helgi er svona aðeins að bæti í rýmið á drottningaveng en nú kannski þarf hann aðeins að huga biskupnum á C4 sem er svona aðeins í lausu lofti. Loose pieces drop eins og einhver sagði. Já. Og þegar menn tefla svona rólega þá gefst okkur tækifæri til þess að minnast á styrktaraðilega mótsins. Það er Lengjan, Síminn, Collab og Ljósleðarinn sem að styrkja þessa útsendingu. Heldur betur. Eins og í fyrra. Já. Frábært að fá hérna. Flotta styrktaraðila. Rittari D5, já, ok. Það fer á reitinn. Hvítur stendur aðeins betur. Hann getur komið aðeins með rými. Mér finnst auðvitað að bæta hvítustöðuna með eitthvað svona litlu leikjum. Getur kannski leikið H4 með tíð og tíma gæta reynda svona potast áfram á drottningaveng líka. Já, auka rýmið. H4, H5 væri til dæmis mjög óþægilegt. Já, algjörlega. Og hvítur vill ekki endilega drepa hennar rittar á D5 til að gefa parið. Biskupinn hörvar pottþétt. Ég myndi segja að B3 sé svona meira prinsipreitur heldur en A2. Ég veit eiginlega ekki hvað Helgi er að hugsa sem ekki hérna. Biskup B3 kannski veit hann að biskupinn á D3 og hann er B5 PSC onni og hann tekur E5 eitthvað slíkt en mér finnst það óþarfi bara biskup B3 tefla stöðuna fyrir á A2, ok, það kemur smá ávart. Ok, en byttur biskup B2, er það mögulegi í einhverjum tilfellum eða hvað? Eða hvað? Hann gerir það? Já, í rauninni og sýnir kannski að biskup B3 var hélt ég meira svona prinsipreitur því að þá hrókur C2 biskup A3 hrókurinn á A1 en reynda núna getur hann leikið eftir biskup A3 hrókur B3 Hrókur B3 vinnur biskupinn, já. Ok, hann þarf þá kannski að fara tilbaka aftur eða hvað? Jú, líklegast. Já, og þá kemur hinn hrókurinn á C1 og stöðbaráttan heldur áfram. Já, ég myndi fara að huga, ég meina H4, spyr spurninga. Já, ok, þú giskar rétt á þetta, hrókurinn á C1. Kongur F8, valda E7-reitin, eitthvað svona. Já, taka kongin á skáljunni, valda E7-reitin, ekki lendin einum svona rittaraskákum á E7, mjög praktísku leikur, vel gert eða báðan björnunum, upp á slungan og eftirfylgdin. Já, við bitnið þér standur. Já, við bitnið þér. Já, hvað er prinsipatri? Já, ég samanlega, þetta er lítill leikur en lærdómsríkur. Það er svona þessi litlu leikir sem safnast saman sem gera menn bara betri skák. Já. Tíminn svipaði núna Helgi reyndar komin undir mínútu en Helgi mjög einbeittur og hann er fann að halla sig fram, hann er komin út mynd sko.
Hann er komin yfir borðið nema að það er ekkert borð. Við þekkjum þess að pósu, Helga. Já, þeir vita sem vita. Ok. Helgi hugsa sig núna. Hann leikur biskup E3, vill losna við hann sterka biskup í svörtum út í E4. Já, Klálega sterkasti maður svarts. verði kaup hérna, þá er kannski Helgi tilbúin að nota aðeins Hann drefur með C5 reit, rókur C5 og... Það er rétt, nú eru svörtu reytinni skyndilega orðnir örlítið veikir og hér er peð á hvítum reit sem að hvítur sér kannski fyrir sér að sækja að. Já, ég ætla að segja þessi reytar að G6 er ekki að gera neitt, hann fyrir E7 en tapa þá reynda tempóið, þarf að valda E5 peði núna. Viljum við gera með peði? Helst ekki en höfum kannski enga valkosti. Já, þetta er svona örlítið tæft í svörtu núna en kannski hangi saman. Ég held að Björn leikir núna biskup D7, hann er svona eða B7, já, B7, já. sami leikurunni. Hann má ekki drepa hér af því að hrókurinn hangir á eftir en Leitar svolítið í það einfalda stöðun oft en þannig kom gallið við E6 leikin að E6 reitturinn er veikur. Nú held ég að vera að fara aftur á C6 með biskup af því A6 leifur hrókur C7. já, þetta er orðið svolítið losarlegt núna. Já, ok, hrókur D6. Vinnur smá tíma á biskupinn hérna. Reynir að pota hans á móti. Það má ekki drepa hér út af biskup A6 og Já, lúmskur. leppur. Helgi bakkar heldur pressunni. Ok, hann á þennan reit. Já, aftur má hann ekki drepa B5. Já. Þetta var mikilvæg taktikinn biskup A6 til að hérna á tíma til að skipta upp. Já, En nú verður hann eiginlega að skipta upp á C5 og Helgi fær þarna peð á C5. ok, biskup C6 eða hvað halda þessu Hangir þetta ekki saman og svartur svo sem kemur kongurinn. var líklega ekkert að kvíða neinu af því að Nei, færum við í A5 A5 núna, já. Loka kongin af. Færum við í passandatafl, þá er svartur með fjarlægi frelsingja í einhverju tilvikum. Já, Helgi leikur hérna F4. þegar Ingvar segir fjarlægan frelsingja þá hann við að svartu getur myndað sér frípeð á endanum á borðinu sem getur skipt sköpum. Og jafnvel báðum megin, nú sjáum við að hann leikur G5. G5. Það er að færast fjöruleikin og Helgi er hann tæpar á tíma, hann er komin niður í 13 sekundur, kemur kongin út á borðið. Kongurinn virðist þegar inngöngulegði gegnum E5 reytin. Gæti farið ansi langt hann. Hvað gerir Björn? Þetta er mjög aðtöksvægt ef hann gætir hún að tekið á D5 og hvítur þyrft að taka með peði en náttúrulega þarf ekki að gera það. Ég meina skipt upp tvisvar og hérna Já, segja bara ég er með kantmann báðum megin. já, einmitt. Þetta fara að gera eitthvað með henni. En byrju nú við, þetta er nú svolítið smá varhugavert hjá byrni hérna að það er að passa sig komin. Já, þeir eru báðum með slæma tíma. Já, heldur betur. Kongur F6 er óþægilegur hérna í mörgum stöðum. Hvíti kongurinn komin langt inn á borðið, já. Ok, hann fyrir D8 heldur valdinu á rittarnum á E7. Það er hann ekki bara íta núna eitthvað starf. Já, ég var að spá ég með þessu leik G4. Kongur D6, þetta er óþægilegt með. Já, hann þvingar uppskiptin núna. Yngar kaupin og nú er biskup Og nú er kapphlaup. Nú er kapphlaup. Já, meina peðir að koma á C7. Þetta Já, er búið. já. Og hann drepur en það er ekki nóg. Biskup D7, hann C7, kemur tilbaka og Hvítur undan hósu drottningu, já, Björn gefst upp. Helgi var, þetta er típiskur Helgi. Hann Já. heldur fókusnum hann í flækjónum. Siglu sigur Helga. Já. Og þá er staðan orðin 2-0 Helga ás í vil og nú verður Björn að marka á hann með hvítumörnunum. Já. Hann ætlar að ætla sér eitthvað út úr þessu einvígi. Aftur fáum við tísku vörn og Björn teflir á svipaðan hátt og í fyrirskákinni. Hann leikur biskup E2, svona rólegu leikur eins og Anatoli Karpov gerir gamla þetta. Býður Helga að leika B5. En það verður svona alltaf að vera svona, býtum við, Þetta lítur Já, að vera undirbúið. E-peði fyrir B-peði. Þetta lítur að vera undirbúið, hann gerir þetta svo hratt. Athyglisvert. Já. Ég er ekki sannfærður. Nei, líka bara í prinsipinu þá ertu að gefa miðbárspeði fyrir kantpeð og það er ekki eins og þessi rittara B4 standa eitthvað frábæla. Ég meina svartu virðist eiga nokkuð auðvitað leikið framöndan, biskup B7 og rittari D7 og svo velur hann einhverja framráðs á miðborðinu og kannski óljós hvað hvítur hefur Sammála því. í staðinn. Helgi gefur sér samt tíma Já. til að íhuga þetta allt saman. En það er alveg rétt sem Inga segir, það er oft talað um það að miðborðspeðin séu bara einfallega verðmætara en kantpeðin Já. og það er ekki að sjá að B-peð
Björnsholm Sefar sigra heiminn í þessari skák. Þannig að það er óljóst hvað hann fær út af þessum skiptum. Algjörlega. Og líka sko jafnveg þótt að hvíti ná þú veist að leika C4, svartur C5 og D5 þá svartur með góða skálínu, góða B-línu, góða B4. Það er rétt. Þannig að já, en hvíti kannski þetta bara solid, leikir C3 og kannski erfiðara núna. Nú kemur C5, já. Ég held þú getur Já, verið sammála um að Ég held að svartur sé bara komið betra sko. ég held þú getur verið sammála um einmitt það. Hann leikur C3. Núna bara taka á D4 því að má ekki taka með kalli, þannig að það þarf að taka svo stakt peð. Þá getur komið með staktbeð og svartur getur kannski fara að virkja drottninguna. Já, hann með B-línuna, getur tróðið rittarinn á D7 á F6 og svo kannski D5 rittin eitthvað staðar. Viltu fá fleiri örvar á borðið? Nei, þetta er fínt. Hann drepur og væntanlega gerir eins og við höfum fyrirskipað. Leikur drottning B6. Svarta staðan lítur vel út núna. Rittarinn á leiðin á D5. Mjög vel sko. Segjum að D5 hjá hvítu núna er bara pot, að þetta peð myndi bara falla eftir að drottningin færi sig. Já, það er rétt. Þannig að hvítu þarf að finna einhverja leið til að tefla stöðuna í hraðskák. Já, ok. Ég held nú að myndi bara bakka núna og vinna þessa pöddu svo. Það pattaði svona. Það Er þetta F4, já? Eitthvað skonar, já, það er svona slangur. slangu fyrir peð. Já. Ok, ég veit ekki þetta að ég mista þessu möguleika en þetta verðist allt voðalega brothætt. Og ef svartur vinnur þetta D5 peð sko, þá voðum vís. Já, einmitt. Spurning með Hásas er kannski hægt að svara með, já, nei, Hásas H4, það er veiking. Hvíti mennir eru svona, ég veit ekki, hálf klunalega staðsettir hann á miðborðinu. Það er í einhverjum klasa þarna. Þetta er svona illa hanna hverfi miðborgar Reykjavíkur með allt að fá bílastæði. Einmitt, ekkert pláss til að komast á milli. Drottning B8, hann hefur auga með B2-peðin úr fjallað, undirbýra virkja jafnvel hrókin á C8. Það er það sem við erum að tala um, svörtu menninni verast betur staðsettir en hvíti menninir. Sko B4 og C8. Já. Sögðu finnst mér Björn svona aðeins vera rétt úr kúnum. Kannski gæti ég leikið biskup D4 núna, svona aðeins. Aðeins að laga þetta til. Þú ert að hugsa um að taktíkin að drepa hér gangi upp fyrir hvítan út af einhverjum uppskiptum á G7 og maður er fellur í framhaldinu. Rétt. Já. Mitt. Henni myndi ég nú bara leika biskup D4 og bara lega svörtum að leika. Já. Nú fyrir tíminn líka að skipta aðeins meira máli. Mitt, Helgi með 1 og 10, Björn með aðeins meiri tíma, hann leikur hrókur E2. Réttur eitthvað svona blankóleikur. Þetta er svona staða við, já ok, valda peði. Já, hrættu við þennan, já, ok. Hvað er að gerast núna? Sko D4 kannski gerir ekki neitt til að stoppa þetta. Peð og D5. Nú fellur, nei, ok, hann þarf að valda G5, en... Já, en nú er peð orðið alveg ískikilega veikt. Ef hann er að drepa með riddar og D5 og jafnvel taka biskupinn, þá er svartur algjörlega með þetta. Þannig að nú verður Björn að finna eitthvað. H4. Já. Já, ég held að hérna það er erfitt að finna leiki og hann verður bara, held ég, að tefla dýnamist. Hann er með verða tafl. Já, ég ætla að segja að má ekki Helgi bara taka á D5, hótar að drepa E3 sem millileikur. Ég sé ekki alveg. Já, þetta fór svolítið, þetta er svona að safna saman. Mér fannst svona að byrja skrítin ákvörðin að gefa kantpeð fyrir miðborðspeð og svo svona vantaði eitthvað plan og þá gefur hann veiki peðið sitt og Helgi bara spakur og vann peðið bara svona smátt og smátt. Var mjög þolumóður. Já. Og nú held ég að þetta sé bara orðið. Þarna er unni tafla svartan. Við sjáum núna hvað það skiptir miklu máli eins og vorum að tala um að miðborðspeð fyrir kantpeð. Þessi 2 peð hér geta gert miklu meiri skaða heldur en þetta peð hér í stöðunni. Já, algjörlega.
Þannig að Björn hugsar, hann er komin niður í 30 sekundur, komið heldur verið tíma og það er dálítið erfitt að finna eitthvað gaglegt plan fyrir hann núna. Því hann er með bara, svo er slett eina fyrir hann er bara með svona peaceplay. Hann verður að tefla með mönnunum. Já. Peðin er ekki að gera neitt, ekki að stjórnaninu. Sem gerir þetta oft erfiðara, sko. Og nú er Helgi vantarlega bara að fara auðvitað mér að sletta að konsolidera stöðuna. Já. Komið veg fyrir mótspilið og... Erum við ekki með gott íslenskt orð fyrir consolidate? Ég er ekki með það allavega. Nei, ég er ekki með það heldur. Nei. Það leitar oft í slettun, það vantar stundum kjarnift og góð íslensk orð. Þau eru mörg hver til reyndar, sko. Já. En hérna... Ég held við verðum bara að nota eitthvað svona góða setningu, sko, eins og slett úr hrukkunum eða... Slett úr hrukkunum og... Já, hann er bara svona... hann er bara svona strauja bindið og... Já. Það er svolítið svoleiðis, hann er komin í jakkafötin. Já. Það er svona laga. Setja sér bindistæluna, laga hann til. Strúka rykið á öxlunum og eitthvað. Já. Þetta er svolítið þannig, það er bara... Það er eitthvað ákveðs lýsing á consolidate, sko. Bara svona aðeins að snirta sér til að höfum að fyrir að balli, sko. En það verður farað að balli. Riddar E4, biskup E3, þeir eru báðaröndur rauðir og þetta getur ímislegt gest þegar svona lítill tímar eftir. Klukkunni eða í framann, það er bæði. Helgi verður aðeins að loðnaði vöngum. Býta nú við. Já, það er smá. Nei, það er smá líf í þessu hérna, en nær hann að... Hvítið það er svona aðeins meiri virknamennina. Ok, reynir að töfra hrókin inn í spilið, drottning F6. Þú vandar vel bara Helgi oft heldur. Góðum fókus í þessu stöðum. Já, hann er svo fljótur að finna. Og sér, einmitt, sér strax eitthvað svona mínitaktik eins og riddaragaffal, hróku C2. Já, hann er fættur keppnismæður Helgi Ásgrétarsson. Hann púsar skiptuna nokkuð vel hérna, sýnist okkur. Ok, Björn er að berjast í þessu, hann er komið betri tíma núna. Já, F4 er hugmyndin hjá honum. Það er alltaf smá möguleiki að rannstæðingurinn orðin rauður á klukkunni. Já, Helgi er þetta er orðin, já, einu sénsi núna, að Helgi er orðin helviti tímalár, ásækjaðarbræði. Ok, biskup E2 og fara að hóta einhverju og gera eitthvað. Við þurfum eiginlega að fá smá svona, jafnvel smá slempi hefni hérna. Það verður mjög gott. Þetta er að H5 prófa það. Það er onni á getur, sko. Já, glemdi því. Það er allt í uppmennum. Helgi sér alltaf svona. Já. Ég var farin að sjá fyrir mig biskup D7 og eitthvað svona hótanir en... Já, 3-0 í hálfleik. Já. Kannski ekkert óvænt en... Nei. En já, það hefur verið gaman fyrir einvið að fá eitt sigur hjá Birni Hólm þarna. Já. Gerir þetta aðeins meira spennandi. Helga Ás vantar bara hálfa vinningi viðbót og við höldum áfram með þetta einvið eftir örskamma stund. Haldið áfram að fylgjast með, kæru áhorfendur. Við komum eftir augnablik. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Og murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Komið sælir aftur kæra áhorfendur. Við erum að fylgjast með einvígi stórmeistarans Helga Ás Grétarssonar og kandidat meistarans Björns Hólm Birkissonar. Staðan er 3-0 Helga í vel. Hún dugar hálfu vinningur viðbót til að tryggja sér sigur og koma sér í 8 manna úrslit. Ingvar, þetta hefur verið svona, já, einstefna, svo má segja. Já, kannski eitthvað sem áttum að einhverju litur vona á, en mér finnst svona vanta aðeins meiri mótspyrnu hjá Birni, sérstaklega af því hann hefur haft 2 hvítar. Já. En við vonum að ljósliðaraskákinn að hún gefur svona aðeins meira hjá Birni. Þegar Helgi hóf sinn netferil þá notaði hann mótem, þannig að kannski einhverju sénsar hér, ég veit það ekki. Já, það er rétt. Já, það er rétt. Fjórðaskákinn er ljósliðaraskákinn í boði ljósliðarans, einum af styrktaröðlum mótsins, og það er vonandi að Björn Hólm á að sýna eitthvað ljósliðara kraft í þessar skák. Hann er enda með svart. Hann lék C5 í öðrum leik áðan til að reyna að koma Helga óvart þeir fengu drottningalöst miðtafl. Ég held að vera nú að breyta upp á einhverju öðru, því að ég held að þetta sé svona byrjun sem að gefa nú ekkert mikið meira jafnt tafl. Ég held að vera að hræra aðeins meira í þessu. Já. Ég man nú ekki alveg hver repertóran er hjá honum með svörtum og D4, en já, við sjáum vonandi hvað setur, en ég held að þurfa aðeins að reyna að fá aðeins meira power í taflskuna. Já, einmitt. Sigur í þessari skák gæti hleypt krafti og vonum í hans áframhaldi í þessu einvígi, en eins og við segjum, Helga dugar jafntefli og með hvítt og hann getur stýrt skákinu út í einhver leiðindi ef hann vill. Já, hann er með traustu D4 skákmaður. Getur verið erfitt að búa eitthvað mikið til, þannig að já, ég er ekki bjartið fyrir Björns Hólm núna, en ef hann ætlar að gera eitthvað þá þarf að gerast strax. Það er rétt. Já. Ef að Helgi vinnur þetta einvígi sem að allt stefnir í, þá mætir hann áhugaðum skákmanni í 8 manna úrslitum. Jokko. Jón Kristinn. Og Helgi var með þér daginn að fylgjast með Jokko. Já, þeir eru byrjar. Þeir eru byrjar. Já, hann fylgist með Jokko og svona Jokko teflir oft mjög glannarlega og Já, Helgi hafði hörð orð taflmennsku. Já, það var svona, var með glósur taflmennskuna, hann er spurning hvort að það geti komið í baki á honum, en Helgi byrjar þetta með Riddarafinn í 3, teflir þetta með traust. Já, hann hefur telt svona áður. Helgi fer svona dálítið með löndum í byrjuninni og heldur ímsu opnu. Hvítur endar nú svona yfirleitt á að leika þessu DP svona samt áfram 2 riti. Já. Það sem hann heldur opnu er að drepa D5 eins og hann gerir núna að leika D4 og fá svona stakkapestu eða hangandi pestu hjá svörtum. Það er að segja, ef að hvítur leki núna D4 þá gæti svartur enda með annarkvært stakt peð eða hangandi peð. Það leikur D4. Sem að Helgi nýtur sín ágætlega í svona, getur svona potað úr fjarlægð á þessi peð. Riddari E4 hlýtur að vera rétt ákvörðun hjá svörtum. Já, mér finnst einhvern eins og maður hafi séð Helga í þessum stöðum bara með báðum litum. Já. Og Helgi hugsar. Björn er með 3-0-6 sem að er ágætismerki. Ljósliðara hraði að mörguleiti. Já, einmitt. En reynsla Helga og skilningur á þessum stöðum á nú að vera töluvert meir og betri og neður svarta til dæmis til að skjóta inn í einhverju millileik eða taka með riddara C5 og taka þessi stakkapeði, en mér finnst hún ekki tóna vel með að hafa leikið F5. Þetta er svona staða sem ætti að henda Helga nokkuð vel. Ekki svona riddari E2 mjög svona stórmeistaralegu leikur hefur augað með þessum reytum D4 F4 opna skálunum fyrir biskupinn. Kemur hann. Þú kallaði það? Já, blokkara stakkapeðið og bremsa aðeins það sem að svartur er að reyna. Vandamálið á F5 er ekki bara að þú veikir EXS-reytin og D5 peðið svona óbeint. Þú ert líka veikar á skálunni þar sem hvítur stendur vel. Ég veit, það er þetta. Já. Getur óþægilegt í framtíðinni. En ef þetta verður Björn að reyna eitthvað og hann vonar svona eftir því að ná að töfra eitthvað fram á kóngsagnum. En Helgi fann þessa riddaratilfæringu, riddari E2 F4 sem Ingvar bent á. Hérna var ég glaðbræði að taka á F4 þótt að hvítur fá tvípeð, þá fara svo mikið vald á svörtur reyðar á miðborðinu E5 og D4 sérstaklega. Getur dansað í kringu það á vild og vinnur þetta stakkapeðalokum, myndi maður svona tippa á. Sammála því.
eftir riddari F4 þá gefur Björn sér tíma núna og hugsar, reynir að finna eitthvað til þess að vinna þessa skák og hann leikur G5, já, við vorum að hugsa að þetta var býtu, ok, Sömu viðbröð, býtu, já, ok en býtu, drottning D4 bara já, Það er bara að hlaupa á sig að taka Nei, já, ef þú setur eitthvað F6 þá getur tekið G5 það er rétt ok, drottning D4 eins og Ingo betur á riddari F6 tilbaka til að loka línunni þá fellur G5 peðið það lítur ekki vel út fyrir svartan drottning D4 hóta máti á G7 og jafnvel skáka hóta líka Málið er sko líka eftir drottning D4 drottning F6 en hann leikur því Nei, ég getur reyndar ekki tekið D5 ég geti leikið og svo reyndar H5 þetta er ég hrættur þetta hafa verið svona aðeins of já, too much too soon sko og mikið og snemma hóturinn er mát og hvað gerir Björn við þessu? Það verðist vera glabrað að fara með kongin út af borðið, kongur F7, riddari F6 tapar peði. Ég sé svo sem ekkert eitthvað marga aðra leiki, ég meina, ok, drottning F6 eins og þú nefnir, en þá ertu bara að fara og viljandi út í verri stöðu og tapar G5 peðinu líka þar eða eitthvað? Já, svo er jafnvel möguleiki hvort ég megi taka bara D5 með riddara þú tekur á D4, tekur með peði Ég líka það, já. Getur verið eitthvað kaup, þú veist, ég tekur C5, E4 og þá er hún í G5, hann er lokin, ég veit það ekki eitthvað svoleiðis, mögulega Já. Þetta var bara, já þetta er það andstöðulegu leikur að þú verður að vera alveg vissum á að fá eitthvað til að leika svona leik Já, þetta ef Helgi hefur þurft að bakka með riddarann á F4 og Björn á líka G4 og svo drottning H4 þá Já, það er alltaf dæmi, sko þá erum við farnir að Það er bara en business þá erum við farnir að nýta bindinnsnúta Já En ok, Björn hugsar, hann er komin undir mínútu það verðist ekki vera margir leikir sem að stoppa hótanir Helga nema leikir sem að leiða af sér stöður þar sem að Björn er bara peð undir fyrir ekki neitt og hvað ætlar maður hann að gera? Ég bara sé ekki annað leikhaldur en drottning F6 ef ég að segja alveg svo Já, en drottning F6, ég meina ef hann drepur bara F6, riddar drepur og já ok, hann leikur kongur 7 F7 Ok, Men ég geti vestafalli B4 Já, ok, left field Já, ok Hann á drottning G7 skák inni Já, hann var ekkert að flýta sér að spila á trompinu þarna Það er vantilega að hugsa ef hann tekur ekki með riddara þá er hann í á B7 eins og gerist núna Já Það var leikur hann að sér skákin alveg Þetta er kall í hafið Ok, það reyndar Það reyndar, fyrirgeðu, já Það reyndar hrókur B8 og hann í á B2 kannski mjög ekki að því, mögulega En þetta er samt svona stað sem að getur ekki verið góð fyrir svartan en Nei, mitt þetta gæti Helgi mistið sig í úrvinnslunni hérna en hann hefur enda Þegar maður takir bara á B7, hrókur B8 og hann skýtur þessi minni Ég verð að spá bara, þú veist Já, hann á alltaf skákinu líka Drottning C6, hrókur D er þetta að valda D5 Já, hann hendir hessin, já Kongur er komin á Já En hvað er mátið? Já, hvað er mátið? Helgi, taktu tíma Þetta er góðan tími í það Fá smá spenni í það Já, ég er enda ekki alveg að sjá Riddar F7 nú, frestandi leikur Hann tekur bara B7 okay. og nú D5 líka Já Það var reyðlega með kóng á G5 Nei, þetta gengur ekki Þetta er bara Býðu nú við Tekur hann bara F4 til dæmis Býðu, hæ? Ég skil enga leik lengur Ok, hóta hann hrókur með D5 skák vissulega Riddar F4 er nú svona safe leikur hérna Það er ýmsi leikir Já. Björn er að vonast til þess að ná að ruggla nógu mikið í Helga til þess að hann gera einhvern feil núna Helgi er orðin rauður Já, hann er að mörguleiti búin að ruggla okkur en til hvers að gera mann hana bara Riddar F4 ég meina Þetta er nóg, hann með fullt að peða með yfir og kongurinn á G5 Já Björn reynir að blíka góðin loka línum en þegar ríkir fellur að þá er hvítur tveim peðum yfir með betri kong Já, það er ótt að segja hann sem er betri kong Hrókur E7, ok, G3 peði fellur, það er leppun kongurinn lifir líka kannski af en
Það er lítið að peðum eftir á svörtum. Eitt peði viðbót. Það er okkur C5. Hóttar einhverju mátþema hann á kongsvagnum. H6, retta konglum tímaböndið að mestu kosti. Já, Rókur E5, loka bara. Er hann að slétt úr hrukkunum núna, hann Helgi? Loka búlunni, Já. bara lagaskiptuna. Tekum með peði. Já, hann er leiðilegur, ok. Þetta er búið. Já. Björn reyndi sitt besta að hrista upp einhverjum móðreik en hann döði ekki til. Helgi ásvinnur þetta við 4-0 og fer örugt áfram í 8-manna úrslit þar sem hann mætir Jóni Kristni. Já, við höfum nú von á aðeins meira stuðið þar. Já. Jón Kristinn hann að geta svona biti frá sér, hættulegu skákmaður. Og já, þetta var kannski svona class of styles. Ég held að Já. Að svona biðtaktík sé ekki að henda mútið Helga og þú ert aðeins meira svona koma á hann. Ég held að Jón Kristinn geti verið svona sterkari kandidat í að valda Helga einhverjum usla í 8-manna úrslitum. Einmitt. En ég ætla ekki að taka núna stutta pásu og draga svo töfluröð á Íslands skákfélag áður en við hefum einvígi nr. 2. Það er rétt. Við ætlum að fara í örstuð skilaboð og svo draga töfluröð eins og Inga segir sem verður gaman að sjá. Ekki fara langt.
Já, komið þið sælur aftur kæra áhorfendur. Við vorum að fylgjast með Helga á Skautarsinni sem að lagði Björn Hólm Birkisson 4-0. Virkilega vel gert hjá Helga. En nú erum við til okkar hún Katrín Ósk Tómasdóttir og hún ætlar aðstofa okkur við að draga töfluröð á Íslandsmóti skákhvíla. Já. Og fyrir þá sem ekki vita þá Íslandsmóti skákhvíla keppni þar sem að skákmenn tefla í liðum eða sveitum og í úrvalsdeildinni tefla 6 bestu lið landsins. Og það skiptir dálítið máli í hvaða röð menn dragast. Þannig að við ætlum að gera þetta á formulegan hátt og Katrín ætlar að hjálpa okkur. Hún ætlar að draga fyrst. Katrín, gjörðu svo vel. Fyrst númer töfluröð. Númer. Og hér er númer 4. Og hver eru þar? Þá dregur Katrín lið. Númer 4 eru Tafélag Reykjavíkur. Já, það eru mínir menn. Það er númer 4. Ég ámæli 4, ég ánægð með það. Já, það var næsta númer. Og það er númer 5. Takk fyrir. Og það er Breiðablik, skákdeild Breiðabliks. Breiðablik. Númer 5. Vignir og félagar. Og það var að næsta. Og það er númer 3. Það er það anstæðingur 10 í fyrstum ferð. Já, gríðarlega spennandi. Gríðarlega spennandi. Og það er Víkingaklúbburinn. Já, þeir koma aftur upp núna eftir svona sjálfskipa fall, ef ég maður rétt. Já, og það er næsta númer, Katrín. Og það er númer 6. Númer 6. Og það er KR, skákdeild KR, sem er númer 6. Það var bara til Fjölni og næsta númer, það er númer 1. 1 er töfluröð. Hver eru númer 1, Katrín? Fá KR í fyrstum ferð. Er það Vestmannaeyjar eða er það Fjölnir? Það er Tafélag Vestmannaeyja. Það er Tafélag Vestmannaeyja, 1 er töfluröð. Og þá þýðir bara að síðasta númer, við skulum draga það svona. Já, bara gangu skuggum að séu númer 2. Formsins vegna, já. Og Fjölnir. Það er númer 2. Það er staðfest. Og það er skákdeild Fjölnis. Það er Íslandsmeistararnir númer 2. Þá er þetta komið hjá okkur. Já, það var klárt. Þá geta svona liðstjórar út í bæ fara að róa sig niður og sofa. Já, ég veit. Keppnin fer fram í nóvember en nú er þetta að fara að undirbúa sig. Og takk hérlega fyrir aðstofana, Takk fyrir aðstofana, Katrín. Og við ætlum að vinda okkur í næsta seinna í kvöldsins. Og það er ungumannana stórmeistarans Vignis Vatnar Stefánssonar, stigasta skákmeistari landsins, og Alexander Dómaldsvík Jónassonar. Og þeir hafa áður mæst í þessari keppni, Ingvar. Já, 2 landsliðsmenn er að fara í næsta mánuði til Georgíu á Evrópumóti landsliða. Vignir að tefla í annarsinu fyrir Ísland og Sassa í fyrsta skipti. Já, þeir mættust síðast og þá var nú Vignir hlutskarpari, fekk minni með 5,5 gegn hálfum. Það er rétt. Svona rann á hann æði eftir því sem leið á einvið. En Alexander er hættulegur og ég held að hér geti ýmislegt gerst og mun mikið ráðast á svona fyrstu skákunum. Já. Við dróum, var ekki Sassa sem byrja með hvít? Jú, Alexander er með hvít í fyrstu. Sko, það er athyglisvert að þessi 2 ágætu menn, efnilegir og kraftmiklir ungi menn, þeir eyddu eiginlega öllu sumrinu saman. Voru að ferðast Asíu, voru að tefla á mótum og unnu báðir mót í þessum túr sínum. Já. Og þeir eru góði félagar, þannig að þeir þekkja svolítið kollin á hverjum öðrum. Þannig að svona sálræna stríðið í þessu einvíi verður svolítið mikið. Þannig að ég er svolítið spenntur að sjá hvernig þeir nálgast þetta, sérstaklega hvað var að byrja niður og svona. Já, og það er að tefla við bæði menn sem þekkja svona vel, góða vini sína. Já. Og akkurat þessi punktur hjá þar, menn þekkja byrjani hjá hver öðrum mjög vel, eru kannski að undirbúa sig saman fyrir skákir og tefla svipa. Skiptast á hugmyndum jafnvel. Þannig að, já, við erum að followa, getur verið að séu byrjaðir eða hvað. Við erum að fylgjast með Alexander og, já, Chucks er F. Þeir eru ekki byrjaðir. Nei. Já, það er rétt, þeir eru svona að þekkja hugmyndir og stíl hvers annars og þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig þeir nálgast þetta og líka sko, mér finnst að Alexander sýna mjög oft í síðustu keppni hvað hann var ótrúlega segur í verðinu og úrræðagóður. Það var eins og hann væri ódrepandi oft þá hann væri komin í slæmastöð. Það var mikið fyrir 5,5 var kannski ekkert svona, saði ekki alla söguna, enga veginn. Nei, ég veit. Þannig að ef hann nær að
að vinna einhverjar af fyrstu skákunum þá er þetta það stutt einví að það geti allt gerst en enga síður það hefur lengjan mikla trú á Vigni hérna. Já, og jafnvel einhver oftrú, 1,06 í dag, þannig að hérna, svona hefði gefið aðeins meir í aðra hönd að leggja svona 1-2 þúsund skalla á Dómaldsúk og vona það besta, en hérna, það var svolítið dýrt að alltaf græða eitthvað á Vigni þarna með 1,06. En við hvetjum fólk til ábyrga spiluna. Já, 1,000 skalla, allt í góðu. Þeir eru byrjar, við skulum fá þetta upp. Komur á stað. Og það er reyndar að finna þrjú hjá Vigni með kvitt, já. Þetta var rangt. Nei, Alexander með kvitt, já. Alexander kvitt reyndar að finna þrýr, já, og Vigni fer þarna í svo við slettum double Fian Ketto, skásetur báða biskuparna. Ég var vona svona, fjölbreyttu byrjun úrvali hjá báðum. Held ég sem við. Tvöföld skásetning hana, já. Og D3 valdar E4, það er oft svona brella hjá sortum eftir ef þú getur leikur D4 og leika riddari E4 og létta aðeins á stöðunni. Þannig að þetta verður væntanlega þungstöðu bara þetta, ekki mikil uppskipti framöndan. Nei. Og hér er spurningin hvort að svartu vilji reyna að tefla upp á hann D4, ef hviti gefur kostaði, þá geta hann til dæmis leikið riddari E8 og skunda með riddarinn gegn C7 og E6, reynda hann að tökum á sem D4. Hviti geta samanskapið reynda að leika D4 sjálfur, eftir smá undirbúning. Hann þarf fara bara rólega í þetta. Hann þarf að passa sig núna hann með biskupin á F4 að gefa ekki kost á eftir D4 þar að segja, gefa kost á einhverjum uppskiptum og Já, D4 er ekki bóðið núna. Kannski ef hann ætlaði það plan hefði hann kannski að leggja í biskup E3 og slíkt. Þessi uppstilling sem Alexander er með, þetta er svona svipað og svo kallar boating system í enska leiknum þar sem að hvítur er reyndar oft með riddarinn á E2. En þá er svona hvítur með möguleika á bæða að segja kóngsvagnum eða á drottningavegnum. Hann getur svona gert ímislegt á meðan að miðborðið er svolítið svona fixerað. Vignir Hörvar, heldur mennur minna á. Já. Og Vigni teflir aðeins hraðar, hann er kannski ekki fyrsta sinn sem við sjáum Alexander Dómaldsúk með verið tíma, hann er einn af þessum tímarhagsfíklum sem að íslenska skákþjóð á. Já, þeir geta eiginlega að fara að stofna eitthvað svona hagsmunasamtök tímarhagssjúklinga. Já, ekkert þú í þeim? Já, ég er svona mörkunum, ég vil meina að ég sé svona, ég sleppi. Ég vil meina að, já þess að sé með einelti að menn er svo, Kjartan Mokk, Torfi Leósson. Já. Bárður Birkisson og fleiri séu svona öllu verri. Einmitt. Þetta eru Hrafn Loftsson. Án þess að við séum að við ekki verið að lampgræna mennina. En það er ákveðni menn svona sem að fekk gaman svona aðeins að dunda sér á klukkunni. Það er rétt. Það getur líka verið gaman bara. Biskup H6 síðusti leikur Alexander ávignir að drepa hana biskup, Ingvar, já eða nei? Ég sé nei. Já. Ef hann dræpið þá kemur hvítu drottningin inn og gæti fyllt eftir með riddari G5 og skapa einhvern usla hana, þannig að hann hörvar á H8. Jafnvel skáralega hvítum að drepa G7 og drepa með kong og valda þá bara riddin. Kongnum. Kongurum valdar það H6 riddin. En hann ákveður að geima biskupin, setur hann H8. Það er mikil stöðubarata, menn er svona bíða átækta. Já, það er óvægt að segja það. Og fyrir áhörundur sem að er að fylgjast með núna þá kannski áhugavert að benda það að Vignir er stigahæsti skákmaður landsins á chess.com eftir því sem ég veit allavega með rúmlega 2900 skákstig. Alexander Dómaldsúk 2759, þannig að það munar rúmlega 100 stigum að þeim. Og nær Vignir í ágætisvald á D4-reiknu. Var þetta ekki Vigni í hag, þessi uppskipti? Þetta er nú tippa á það. Sjáum að þessi riddar á C3 hjá Alexander. Hann grípir tómt. Já, grípir algjörlega tómt á enga sérstaklega reyti á meðan svartur getur valið að fara inn á D4 ef hann vill. Já, hvenær sem er. Sem er og hefur þá val hvernig hann tekur á D4 tilbaka sjálfur. Þetta peð á D3 lítur ekki vel út. Nei, þarna fer Vignir bara í svona nokkuð clean plan. Já. Og setur pressa á þetta peð. Já, biskup F6. Vignir er sáttur að skipta upp á þessum biskupum, held ég. Nú býður... Það er þá kannski þennan D4 reit svona aðeins... Já, einmitt. Skuldlausar.
En hann vil kannski ekki laga peðastöðuna heldur. Hann vil ekki taka G5 og lega hvítum að taka hann tilbaka með peði. Það býður aðeins átt þetta. Nú kemur rittarinn inn á Daniel 4. Já, Vignir svolítið svona fær kaupin á sínum forsendum í þessari skák. Þú veist, ekki að taka H6. Þannig tekur hann ekki á G5. Hann vil frekar að hvítu taki á F6 og drottningdrepur. Mitt. Dettur í hug. Getur leikið bara drottning E7 og hinn hrókin á D8 eitthvað slíkt. Hann tekur núna G5, ok. Já, hann grettir sig aðeins að Alexander mæntalega ekki sáttu við stöðuna. Nei, nú þarf hann að vanda sig sko. Annarkvort gefur hann E5 reytið með þetta með F-peði eða hálfdrepur. Já. Hann gerir svona, já. Nú þessi skálinn öll galopin og hafði smá áhugjur af þetta svartur hefði bara leikið E5 eða hefði tekið með H-peði og grafið undan þessu G-peði. Það er lært á sig hjá Vigni. Hann setur bara drottningunum sinna á E5 reytin og gerir það hratt og vel og eftir þessu uppskipti á svartreita biskupunum, það er kannski lært á sig fyrir fólk átt að segja því að það hefur áhrif á hérna, tökin á stöðunni því að nú missir hvítur svolítið völdin á svartureitunum. Ja, þetta var skemmtilegt hérna hvernig Vigni var fljótur að þefa það uppi að drottningi stæði vel hann á E5. Centralization in the station, svo slettur nú aðeins. Ég er mikið slettur um þetta, ég veit ekki hverju. Hann hótar kannski ekki endilega einhverju en þetta var bara svona góður leikur og sagðilega bara Alexander, leikt þú einhverju? Stendur vel hana og spurningin er já, viljum við fyrir kaupin, hrókur, dobla hrók hana, eða svona, já þó, þá þurfum við að drepa með drottningu eitthvað slíkt. Ef við allar í kaupin, þá er alveg skott að taka E2 og leika hróku D8. Eina sem Vigni þarf að ágjur af er F7-peðið. Já. Hann töðlar. Þetta er F4, já. Ok. Kannski bara hafa hann þar. Kannski einhver tíman í draumi gæti hvítu drepið á G6. Hver veit. En þetta fer að líta hans vel út fyrir Vigni og hann er auk þess með mun betri tíma. Já. Hér eitt plan getur verið bara drottning D4 og setja riddarann á F5 í staðinn. Já, einmitt. Þá myndi hann valda F7-reitin í leiðinni. Vel spottað hjá Ingvari, Vignir gerir það. Þetta er svona típist stórmeistaratrykk að svona skiptum á köllunum bara. Á köllunum og hótar hann að taka C4. Það er orðið svona óþægilegt og Vignir er eiginlega svona hartnær farin að geispa. Sem getur verið hættulegt líka. Og kemur hann á G4, hótar einhverjum hoppum mögulega. Það er svona vofir yfir einhver taktik hérna og þetta er þrjú og svo bara hann valdar þetta C4, ok, þá býtum við vandar þetta reitt fyrir riddarann. Þetta hangir saman á hóri minni. Ekki mikið meira en það. E5, nei, hann hótaði einhverju, ég var að spá hvað þetta reitt fyrir. Ég geti kannski ekki H5 en þá fellur D3 skuldlaust. Já, þetta er algjör hóriðum hjá hvítum, hann svona virðist svona, það er svona næstuð í einhver killer í þessu en samt ekki. Ok, B5, já! Já, hún í E3. Þessi var óvæntur. Hann mista úr hún í E3, hann var hissað hana. Og Vignir hristir hausinn. Ok, hann getur næstuð tekið E4. Ok. Það var spurning hvort það kæmi einhver millileikur eins og hrókur E2 sem er leiður, já, það er ekki onni. Ef hann drepur þá kannski er hann að koma sér í leppun hérna. Já, Vignir var aðeins, mér fannst þess að alltaf því væri farin að gispa þarna, sko. Já. Hann hélt þetta að vera komið og það er mjög hættulegt sérstaklega á Sasha. Alexander er alveg ótrúlega lífsegur og úrræðagóður í vörn. Hann er svakalega. Ég held að hann myndi ekki drepa heldur, reyna ekki að gefa honum þennan frelsingja en ríkið er svona að setjast á hilluna og það er jafnt á liði. Já, ég meina ef að hvítuna er einhverju blokkeringu, ok, nú fellur F4-peðið. Nú þarf hann að metta, sko, ef hann tekur, ég held að hann taki F4, nei, ok, kongur E3, ég held að hann myndi bara taka C5, H4 kongur E3 og þrista það að fá á mótspil, en það var erfitt að taka C5 aðan út á D2. Já, átt á millileik, já. En nú... En er hann ekki að ná að... Já. Riddar E3. Ok. F4, ok, nú er hrókur F2 óþægilegur, hrókur F5... Hangir einhvern veginn saman. Hann er svo segur. Það er alveg ótrúlegt, sko. Já. B4 og hann á ekki hrókur C2 ennþá. Hrókur A5. Alveg ótrúlegt hvernig maðurinn. Aftur á F5, já. Ok, nú allar hann er að koma kongin á D6 sem er mjög óþægilegt hvernig svarar hann því. Riddar C4 skák. Tekur á E2 kannski. Og kongur D2.
Rittari F5. Er hann að retta sig? Næra að retta sér, þetta með ólíkitum. Hægir. Hvernig gerir hann það samt? Hvað gerir hann? Þetta mjög... Að því Góð að spurning hjá þér. getur ekki skipt Hvernig upp á léttumörunum að því að hann er peðið. Rittari D3 takja B5 með Rittari F4 og svo leikur hann G6 að skipta upp á einhverju. Já. Ok, G6 verður. Hann verður að taka hann, Já, annars verður kemur að bara G7. Þetta er þvingað. Ok, þetta er ekki alveg búið. Nei. Vignir hefur 2 peð og biskup og... Ég myndast möguleikinn á að setja kónginn á E1. Ég hef reyndi að hafa Rittaran á setja hann á G2 og þá get ég alltaf sett hann á E3 og þú getur alltaf tekið hann alltaf pattinu. Já, sniður. Hvort hann hafa mistað því. Það er nú gett að lendi í vandræðum. Nú Sniður. snýst þetta bara hvort hann lendi í leikþröngum með Rittaran. Já. G2, þarna kemur hann, ok. Nú er hvítur tæknilega sér patt, hann getur hreitt rittaran. Þannig að hann getur til dæmis skáka á G4 eða eitthvað slíkt og það má ekki drepa rittaran eins og Ingvar að benda á. Það er mjög erfitt að reka kónginn frá E1-reitinum. Já, þetta snýst bara hvort hann næri að setja Rittaran í leikþröng. Já. Frá F2 hefur hann Það er ekkert svo öfur. allavega 2 reyti. Mér er Rittar G1 núna og svo tekur hann E2. Aha. Hann er bara ná jættufli. Já, hann getur bara drepið. Jöfussi segla maður. Hann er ótrúlega. Tekur E4. Já, drepur. Akkur drepur maður hann. Elsku Sasa minn, þú þarf ekki að sína tæknilega svona svakalega. Ok, Rittar að C2 og svo tekur upp E. Hann vildi fyrir ekki að sína að hann getur aldrei. Erðu? Já. Wow. En þetta var típist fyrir Alexander og nú má Vignir ekki, hann má ekki láta Þetta er módlandi, Þetta er það sem að Sasha þarf. Já. Þetta er eiginlega betra heldur en bara eitthvað 40 áttefla sem ekkert gerist. Algjörlega. Þetta er módlandi og við sjáum Vignir með smá svona einhver auggotur. Við vitum það að hann klúraði kappskák fyrir dag, hann að hver veit hvort að sálatitri sé svona aðeins. Já, einmitt. Ekki 100%. Já, Vignir má ekki láta þetta trubla sig, hann þarf að hrista af sér af því að þetta er eiginlega eina von Alexanders til þess að vinna þetta einvíði finnst mér að ná að setja Vignir úr jafnvægi bara strax. Já, ég held að hann takir núna C4 fari svona þjáningafræði. Svona þjáningar að breiði sem er nú samtalið traust en við erum alltaf að tala um þetta með Sasha, hvað hann er ótrúlegur í seglunum í vörðinni og ef fólk var ekki átt að sjá hvað vorum að meina, þá var þessi skák bara lifandi ljóst dæmi um það. Hann var algjörlega á reiminni ítrekk og ótrúlega margar stöður sem að hvítur það geta bara molnað niður. Hann fann alltaf eitt leik til að halda áfram. Ótrúlega úrræðagóður. Biskup D7 síðasti leikur og þessi byrjun sem að Vignir teflir hérna katalónsk byrjun, Catalan er hérna í miklu uppáhaldi á honum. Aðalmál hvíts í þessari byrjun er að hann hefur unnan biskup á G2 sem er frábær og hvítur er eins og staðan núna peð undir en hann vonast til þess að vinna þetta peð tilbaka með 10 tíma. Kannski má hann ekki drepa þetta peð strax út af einhverju biskup drepar F2 leik og hrópar undir. Korrétt, samanlega því. En það er svona oftar en ekki fellur þetta peð og Vignir hristir hausinn, hann er ekki... Já, ég sé nú ekki hvernig að vinna peður svona bara kljótu bræði eða bæti kallana, þannig að vissulega til langs tíma þá hvítur alltaf með biskupaparið og sérstaklega þessi biskup á G2 mjög sterkur. Hann ákveður að bara taka parið og hérna leifu svörtum að vera peði yfir. En glöggir áhörnendur kannski tók eftir því að Vignir hrista hans hausinn þarna. Þetta er kannski svona það sem að hefur stundum truflað að Vigni, hann er ekki sáttu við framvindu skákana og þá lætur aðeins trufla sig. Getur hann látið mótlæti trufla sig á köflum. Þetta er E5. Nú það Vignir að finna sína innri kjúklingabringu og... En hvernig hérna segjum bara að Vignir takja á C4 og C1. Má ég kannski nei. Ég bara spáði hvernig svartur myndi klára lífskipan. Og taka á móti pressun á sílínunni, þannig kemur biskup D4. Biskup Daniel 4, já. Og E5 veikir svolítið hvíturreitina. Já. Hrókun, maður vill eiginlega frekar hafa kónginn held ég hérna svona nær miðsvæðinu ef því er við komið, en það getur verið varasamt líka. Einmitt. Þannig að kannski ef eitthvað er þá svona
erfiðar að tefla svörtu stöðuna. Hann peði yfir vissulega. 1-5. Veikir þessa hvíturætti, eins og sögðum. En til dæmis að þessi reytur hér, Veikur, hann fer á síljuna. Þessi reytari smá lús þarna sem hann þarf að glíma við. Hann tekur á D4 út upp C4 og vinnur svartur peði tilbaka og á D4 og reytarinn bundum að valda B7-peði. Ég að sama hér, hann hótaði B3 og varð að valda F5-peði. Þeir reytar þarf að hörfa og mér finnst menn hvíts vera að vakna vel til í síðan við sjáum að reytar D6, biskup B4 til dæmis. Hér getur svartur verið að lenda í miklu vandræði með að valda mennina sína. Kongur D7 til dæmis, þá kemur hrókur D1. Getur lendi leppur hérna á línunni. Og það getur verið varasamt að valda hennar riddara. Biskupinn með þennan ridd og riddari hér getur hinn biskupinn komið inn. Mjög erfið staða eins og hjá Sasha. Hann peði yfir en sjáum hann hérna miklu tíma og í smá vandræðum. Ég ekki alveg viss hvað hann á að gera hérna hreinlega. Mér finnst Vignir líka vera aðeins að róast í fasinu. Já, þetta óþægilegt. Þetta óþægilegt að vera fastur með kónginn hann á E8 og hann oft talaði það styrklegi biskupa parsins sé það mikill að það sé oft peðis virði. Já. Vignir með mun betri tíma eins og við sjáum. Alexander kominn í hálfa mínútu og Vignir ennþá nálega 2 mínútum. Ná, það leysa ansi vel úr þessu á Vignir. Ég held þetta að vera eitthvað mistakast. Hann fer á F5 riddarann. Þá náttúrulega hrókurinn kominn inn. Gæti fara hérna inn á seri 7. Já. Þá Hvað nú? Ég bara sé ekkert. Þetta hristar hann hausið D6, þá kemur hrókur C. Já. Hvernig er nákvæmast að gera þetta? Biskup C6 er það leikur, hrókur C8. Það er ýmsi möguleikar hérna. Biskup C6 freistandi. Getur byrja á því biskup C6, kongur D8 leikir, svo hrókur A7. Já, Það er erfitt fyrir svartan að leika. haldi kongnum hérna bara föstum. Já, búin að laga biskupina hans til. Hóta þá hrókur A8 og hrókurinn í hóttinu fellur. Þetta er það sem við erum að velta fyrir okkur. Skák hér, kongurinn fer á D8 og hrókurinn á A7. Gerir það. Já. Ok, það hótar þá hrókur A8. Er eitthvað góð leið til þess að stoppa þetta? Ég riddari C7 biskup A5. Það virðist vera algjörlega búið. Hann fellur á tímið að gefa núna, það er ok, riddari D4 hann finnur alltaf eitt leik. Býttu hvað? Nei. Þetta er ennþá mjög erfitt held ég, en ég meina E3. Já, E3, já. Og svo kemur skákinn og það er samt ótrúlega hvað hann einhvern veginn, já, hann getur unnið skipta með lágmark, bara hrókur A8 biskup C6 sko, en já, gæti verið að Vignir sé að leita einhverju meira en það. já, hvernig Sasha telt. Hann getur líka að tekja á E6 og skáka á C7 unnið Já, unnið mann, það var kannski betra. Já, unnið mann líka, já. All right. En Sasha, þrátt að vera með koldtap að finna hann einhvern veginn eitt leiku viðbót sem Já. ég allavega svo ekki. Alveg ótrúlegur. En þarna er það alveg farið og riddarinn fellir hann í horni og Sasha gefst upp. Já. 1,5. Mikilvægt fyrir Vignir kannski að lendi ekki einhverju volaði og fara að pirra sig á fyrrskákinni. Og já, nú vill ég bara fá 1,5. Ég vil fá skemmtilegt nöði. Ég held að Það væri gaman, já. Sasha þyrfti að vinna hérna með hvítu til að setja svona smá press á Vignir. Ok, hann fyrir sama. Þá gretti Vignir sig. Já, þeir þekkja hvernig annan allt og vel í þessari byrjun. Þannig að Vignir er bara svona hvað ég velja hér. Fyrir hérna C6 aðbreyði. Já, hangir að peðinu strax. Það getur verið. Ok, B3. Allavega, fórnar, eða sem sagt vinnur ekki peði tilbaka. Beint í gambitinn og tekum við peði.
þú getur kannski útskipt fyrir okkur Ingvar svona í grófum dráttum í hverju felst mótspil Hvíts eftir þessa password. Já, Hvítir svona teflir, þetta svona password til svona langs tíma, teflir upp á svona ákveðna stöðu yfirbyrði, svona halda niður í sérstaklega svartu ná að leika kannski C5 lóðsum biskupinn og í raun bara setja pressu á drottningavænginn. Þungumennir koma oft á C-línuna, hrókurinn hinn kannski heldur sér A-línunni og svo kom einhverja riddara tilfærslu, riddarana F3 kannski reynir svona aðeins að koma inn í spila á drottningavæng. Þetta svona oft þegar þetta gengur upp þar að segja fullkomlega fyrir Hvítan og nær hann oft einhverju svona blokkaringu hérna á svona reytum og vinnur ekkert endilega peð tilbaka. Svarti verður bara hálf leiklaus, ef svo má segja. Þetta svona smá beglu. Að sjá þungumennina koma og nú þarf að passa upp á að Svarti geta ekki leikið C5 svona með góðu. Það virðist svona að redda sér ef hann því. Já. Já, það svona töfrarnir í þessu félast oft í því að ná þessari blokkeringu, þannig að við getum ímyndað okkur ef við getum fært hennar riddara til dæmis yfir á C5-reytin. Já. Þá myndi hann alveg loka Svartan inni. Biskup A3 og aðtekksverður, þetta svona það valdar C5 eiginlega óbeint, kemur við fyrir C5 af því að þá tökum við bara og biskup dreipur á drepuð, ef riddari dreipur á drepuð biskupin fyrst. Svo A8, svo C5. Það rétt, hvað gerir? Þetta vísir að því að í rauninni að ná tökum á þessu C4-1 og hann tekur A3, já, vill ekki leyfa Hvíti mann átt að fá hérna típeða bílunni, getur verið veikt peða B4. Nú myndu við vilja fara með riddara til dæmis á D3, en það náttúrulega onni á D4 í einhverju stöðum. Það fer með hann á G5, hvað gerist núna ef Svartur drepur á D4? Já, ég held við þurftum að gera eitthvað við þetta peð áður við færum í þessar aðgerir og Vigni bara spyr spurningar hvað hefur í huga þarna. Og svipurinn á Alexander ekki sannfærandi. Nei. Getur verið að hann hefur bara einfallega leikið af þessu peði. Sýnist það. Þá þetta orðin 2 peð í hafið. Fyrir óljósa bætur, myndi ég halda. Ég náttúrulega að leita hérna að hugmyndum til þess að skáka Vigni að því gefna ég komist í gegnum mitt NV og Vigni fara áfram. Já, heyrðu, þú ert keppandi í þessu. Já. Hættust við næst. Það er rétt. Sýnist ég mjög mikilvægt að grísa á hann snemma og vinna svo eina skák. Það er helt eina. Já. Drottning B4. Fá hann í vondaskapið. Ok, nú er hann sem margir menn í uppnáminu og það er aðeins að klóra sig út úr þessu hvað er að gerast þetta. Aha. Hér er riddari í uppnámi, hér er hrókur í uppnámi. Já, ekki setja breyn enn í uppnám. Hrókur til D7. Það er svona það sem að sko Hvítur er náttúrulega hefur auga með þessum hásfjörðið. Já. Ef þessi riddari þarf að fara, til dæmis eftir hrókur drepur D7, riddari drepur, þá er ekkert sem valda mátið á H7, þá Hvítur bara færi riddarin og þá mát. En þetta er ekki alveg svo einfalt að því leið þessi færi sig þá kemur riddarin aftur tilbaka. Það er rétt. Sýnist nú á Sasha, hann sé ekkert súper sáttur. Eins og staðan núna. Nei, ég meina ef hann hörfar með þennan hrók. Þá kemur bara hátur upp í G5. Þá fellur þessi. Hvað getum við gert? Ég veit ekki. Já, ég er ekki með það. Nei, ég held að þetta hafi farið svona. Já, þetta fór eiginlega mjög fljótt niður á þið. Fór svolítið fljótt niður þegar hann tapaði þessu D4-peði. Það var greinilegur ráleikur. Já. Riddari H7. Glott á Vigni. Hann var greinilega ekki búin að sjá hana leik. Og ennitt dæmi hversu úrræðgóður hann er. Það sé að kongudrepur H7 er náttúrulega bara leikur sér mótið 2. Og riddardrepur H7 þá fáum við smá mótspildrepum á D7 kannski. En ég held að með einu sem bara taka með riddara og leika biskup C8 eða taka bara hrókinn í annarkvort. Og ef skipta með yfir og spili og Sasha er bara ekki nógu mikið. Þetta AP kemur hratt niður borðið. Já. Einmitt. Riddari H7 var kannski samt skást. Já, þetta var svona skemmtileg tilraun. Já, þetta er ótrúlegt. Og enn og aftur, þótt að hafa tapað, þá finnur hann alltaf eitt leiku viðbót. Já. Sem er skemmtilegur eiginleiki, sko.
Og þetta bara eiginlega svona Sasa Dömoldsjúk kór, það að finna eitt leik viðbót. Einmitt. Nú gæti Vignir skipt upp á drottningum og ítt þessu apið eitthvað lengra. Það engin ástætt að gera eitthvað annað. Það virðist vera frekar einföld leið til að vinna skákina. Hann gerir það. Ítir apiðinu og svo kemur hrókur inn. Já, betra skotin hrókur bjóta fyrst eins og hann gerir. Það er hann í tempo, nú þetta bara að býja að finna ykkur aðþrjú, við fáum ökkjöf. Og Vignir fer ansi sterkur inn í. Það skiptir eiginlega ekki máli þó að þessi hrókur sé uppnámi á A8. Nei. Ég býttu nú við. Nei, þetta er náttúrulega bara skipta munir þá. Já. Þetta ætti að vera formsætri fyrir Vigni að klára þetta og þá fær hann í 2,5 hálfur þegar við tökum örstuð hlé. Kemur Rykterinn. Þetta er 1,4, þetta er 2. Getur leikið bara samt. Þetta er líka aðeins sterkara, skákamót. Þetta er síðan mót. Já, hafa mót. 2,5 hálfur Vigni. Já. Og fyrir mig hálfleik. Þá tökum við örstutta auglýsingapásu og komum sér aftur með ljósleiðaraskákina númer 4. Fylgist með. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur. Í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta ferði hálfgetur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Ég er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Sæl aftur, staðan 2,5 hálfur, Vigni vatnar í vil. Hann vantar 1 vinning viðbót til þess að tryggja sig áfram í 8-manna úrslitin. Ingvar, hvað þarf Alexandra að gera til að hleypa lífi í einvíð? Já, það er nú það. Ef ég hefði svarið á reiðum höndum, þá væri skák einfaldari leikur. En já, ég meina Vignir er bara búin að lenda í mótlandi og kom bara strax tilbaka. Já. Klúraði þarna unnunni skáknir í jafntefli í fyrstu og svaraði bara strax og nú er 2,5 hálfur. Vignir með hvíti næstu. Sasha búið með 2 hvíta. Já.
við þurfum eitthvað meira af þessum krafti sem hann hefur sýnt okkur í barátunni hann Sasha og já, það bara náðu okkur baráttu og smá heppni kannski líka en Vigni virðist vera að jafna sig og ekki gefa mörg færi á sér. Algjörlega. Vignir hefur hvítt í fjórðuskákinni, ljósleiðaraskákinni sem í boði ljósleiðarans og Vignir með sinn trausta stíl, gefur ekki oft færi á sér þegar hann er með hvítt. Er hann ekki bara aftur í Katalan, ég meina? Jú, það finnst mér mjög líklegt. Og þeir eru byrjaðir, við skulum fá skákin upp, fjórðaskákin í boði ljósleiðarans og Vignir leikur Daniel 4. Með stöðunni í innvínu finnst mér ekki ástæði fyrir Vignir til að breyta hérna til, hann leikur Gunnar 3. Já, og Alexander hugsa sig Já. Leikur D5. Kemur tilbaka leika hann að C5, hann hefur kannski ekkert verið mikið í því, svo sem. Biskup G2. Hann berði til, nú skákur hann að B4. Biskup D2 og Riddar D2 bæði leikir hérna, hann velur biskupinn. Mitt, þetta hefur verið svona frekar vinsælt afbrigði síðustu misserinn. Þessi skáka B4, eiginlega fær hvítan svona til þess að setja biskupinn sinn á reit sem hann vill kannski ekkert endilega vera á. Já. Hann oft fer þessi biskup aftur eitthvað annað á eftir. Oft á A4 einmitt eins og við erum sagði þarna til E3 hjá Vigni komum mönnur á mót, hvíti með aðeins meira rými eins og vant í Katalan, sérstaklega þessum lokaða Katalan sem tefla núna. Vill hvíti reyna að leika 1-4 einhver tíman, einhver? Já, það svona frekar standað plan í þessu, að reyna að undirbúa E4 í þessu stöðum. En hann, já, flýtir sér ekkert í því. Er hann í kaupin á E5. Býður svolítið á þetta. Já. Hann er kannski bara svona að tefla eins og maður sem er með tveggja vinninga fórskot. Já. Það er ekkert að láta svartan svona aðeins þurfa að þennja sig. Já, sínst það. Erfið staða fyrir Alexander að þurfa að gera eitthvað með svörtumörunum. Að minnstu eitthvað ekki tapa. Já, algjörlega. Jafntefli hér væri... Jafntefli er ekki træðilegt. Þá allavega getur hann reynda, þú veist, tefla upp eitthvað með hvítu og kannski ná í úrslitaskák. Mitt. Frekar róleg byrjun í sjálfu sér og Vignir ákveði núna hvort hann vilji, eins og vorum að tala áðan, reyna að leika E4 eða halda þessu rólegu áfram. Biskupið fyrir A3, er það bara til að, já, byrja nú, er þetta D7. Þetta er svona eitthvað pott hjá svörtum hérna. Já, hvernig greiðum við úr þessum miðbárspæði með svörtum? Það er ekki auðteflalegt finnst mér á svartan. Nei, alls ekki. Getum ekki leikið C5 strax. Líkur F5, já. Ok. Það er allavega eitthvað. Og hvað, er þetta FS E4? Það lítur á hugmyndin. Kemur að minnst ákvæmst í veg fyrir E4-leikinn. Já. Í byli og... Er G5 hugmynd núna? Hann geti farið í Vopnabúr Björns Hólm og leikið Gunnar 5 og eftir. Já, við aðeins betur aðstæður. C5, aðdeklisvægt. Hann vil meina að Riddar standa ekki vel hann á A3. Er hann að gæla við eitthvað borðið betur við C4, Riddar er B1, biskup B4 A3. Taka þá á C5. Og svo á hann kannski biskup D6. Líka, já, hann á þennan líka. Og nær þá kannski einhver tangarhaldi á þessum svörtu rautum. Kannski var þetta stórsniðut hjá Vigni. Svartu fórn að skipta mér hérna. Nei, ég held að það sé mikið. Hann vantar svolítið svona svartreita hald þetta í þeim stöðum. Já. Fær bara peðið upp í skipta mér. Alexander þungur og brún, eins og við sjáum. Þungur E8, verður það fyrir A4. Já, þetta er... Unnur þátt að C-peð, viljum við... Verðist það að vera stórsniðut hjá Vigni. Farið mótspil með E5. Leikur biskup A6. Já, ef hann er að drepa bara C5 og halda takja á svörturutunum, þá er þetta leiðileg staða fyrir svartan. Tökum við ekki með peði bara? Halda þessi biskup á... Já, hann er svo samtalega E5, þannig að það kannski skemmt ekki máli. Já. Það veit frekar veikja svörturutina, tekum með biskup. Þá eru öll peðin eftir á hvíturutum og svartum með hvíturita biskup. Sem er ekki frábært. Drottning C1. Það reynir að fara í kaupin í framhaldinu á sínum forsendum
sem Ok. Vignir leifir ekki. Hann þvingar ekki uppskiptin strax en þau koma og þá nær hann sílíunni í kjölfarið og þetta lítur út fyrir að vera peð sem að fellur þvingað á einhverju tímapunkti, þetta peð á C6 C6. með einhverju takti, hvað sem það er B4, B5 eða biskupdröpu D5 einhver tíman. Já, til dæmis, hvítur hóta bara hrókur C1 núna og eftir biskup B7 þá eftir smá undirbúning getur hann leikað svo kannski hrókur C3 svo F4 þá er hún í á D5. Þetta er svona leppunar taktík sem að hvítur nota til að vinna peðið. En geta kannski núna, já, biskup B7 undirbýr þá kannski að bara fara með hrókin frá síljunni fá svona aðeins meira bras fyrir hvítan að nýta þetta, en þetta er þægilega hvítan, hann á alltaf svona leikið eins og B4, A4 og B5 til að grafa undan, svona minnihluta árás. Hrókarnir með góða blokkeringu hér. Já, þetta er svona mjög rúbinstænlega staða hjá hvítum. Það er rétt. Og eina fræga mótorskák í akkurat svona struktúr sem að dansa á svörturritunum og og herja á veikleikana hjá svörtum á dronningaveng. Það sýnist Vignir vera. Já, þetta er ekki glæsilegt hjá svörtum. Nei, og svo eigum alltaf hrókur A5, biskup F1. Þetta er mun þægilegra á Vignir líka, hann er betri tíma, vörðin er erfið og við gætum verið að sjá hann klára þetta einvið ekki að lóslega hraða kannski, en Nei. En svolítið að pína hann. Það sem á mótin bragar yfir sig hjá honum. H4 setur enn eitt peð á svartareit. Já. Sem sjá hérna skólabókardæmi. Þetta er kannski eitthvað sem að skólastjórnum við hliðina mér getur notað í tíma í næstu auku. Það fer beint í kennsluefni bara þessi skák. Já, hún hrettur upp, ef ég maður rétt, á Rúbinstans halvi ef ég maður rétt. Það er rétt þér, já. Hvað gerir Vignir næst? Kemur hann með kóngin eða þetta er að fara strax í einhverjar aðgerðir gegnum brot? Já. Kemur hann með kóngin eitthvað áleiðis? Eitthvað áleiðis. Það spurning hvort hann hafi þurft að koma með kóngin, sko. G5, hann tekur allavega smá rými hérna á kóngsagnum, Alexander. Hann er vantilega að fara í eitthvað gegnum brot með B5 einhver tíman á Vignir. Já. Eins og svo ofta er það hangir Alexander á lífi hérna. Og eins og Ingvar nefndi áðan, þessi tveir eru landsliðsmenn og munum tefla fyrir Íslands hönd á Evrópumóti landsliða sem fram fyrir Georgíu í næsta mánuði. Með þeim verður Dagur Ragnarsson sem var að enda við að vinna haustmót Töffles Reykjavíkur glæsilega. Með 8 vinningar 9 mögulegum. Já. Það er ekki, já, Vignir skiptir hann kant. Og nú er svartur, já, bara erfitt að verðast á báðum vengjum. Það stundum talað að þurfi 2 veikleika til að vinna skák og hér á Vignir búin að búa til 1 og svo er hann eiginlega búið til annan líka hér. Þvinga peð á. Og enn eru mennir á hvíturreitum, þetta er rosalega erfið vörn. Já. Kemur kannski þessi biskup einhver tíman hérna. Já, hann er vinna bara peðið, já, ok. Hérna, já. Þetta var bara orðið og erfitt. Sérstaklega í hröðumskákum, þá þarfst að finna oft nákvæma leiki. Þarf að leiki geði liðið strax. Þetta virkaði mjög auðvelt fyrir Vignir, verð ég að segja. Tæknilega mjög flott skákjónum sýnst mér. Það er bara erfitt fyrir Alexander að finna leiki hérna. Já, svo er endalaust þetta að leika bara, þú veist, kongur D4, bæta stöðuna, hann leikur ekki eins og á. Hrókurinn getur farið yfir á A5 og reymt C5 breyti fyrir kóngin og já, það er alls konar leikir. B5 kemur, kongur D4 eins og Ingvar segir. Þá virðist þetta vera endanlega að falla. Hrókur C8 leður. Og bara biðleikur eiginlega. Já, vel teikt hérna á svörtu stöðunni. Kongurinn er að koma inn á B6 og þá fellur lið. Hann er að hörfa hana tímabundið. En hvítapeði kemst hún á A7 og þá fellur. En það meira líka hrókur E8, það er kannski bara verið nákvæmur að losa sig við hennar hrók og þá er þetta bara búið. Það er að fæðast ný drottning síns mér. Já, en það skiptir ekki máli. Þetta er allt unnið. Bara mjög stílhrein skák hjá Vigni. Já, virkilega. Alexander komst einhvern veginn aldrei inn í þetta. Nei. Og eftir F5 þá tók Vignir algjörlega yfir.
Þessi FM-leikur hefur ekki virkað fyrir neinn í dag. Nei. Það er mismunandi fórsendum. Vignir enn að Já, hann dúla sér við þetta. ekki að flýta sér en ég held að hafa nú verið einfaldast staðan að leika bara hrókur átt að skipta upp og fara svo með biskupin í einhver ringi og fá sér dronningu en but ok. Vignir bara glottir að þessu. Hefði getað leikið F3 jafnvel. En það er kannski óþarfi. 7-8 Vignir já, svona er að ná þessu sem hreinast ég er ekki alveg sem að sé að ná því en Nei. Hann er fann að glotta þessu, hann var nú aðeins að passa sig. Alexander er manna líklegast til þess að geta klóra sig út úr koltapari stöðu eins og hann er með hérna. já, ok, hann er konum smá en hann má bara drepa D5 næst og leika biskup C6 skák Og það var þetta komið. þá ætti þetta að vera komið nema kongurinn sé að komast að nei, biskup A6 Já. já. Þessar sniður. Já. Og það var það búið. Nei, það er ekki búið. Já, þetta er bæði biskup B7 eða ekki dronningu og skáka hrókin Já. Hann var vonast eftir hrókur hási skák en já, eftir drottningu með skák. já. Vignir vinnur þetta við nokkuð samfærandi 3,5 og Já. hann fer áfram í 8-mann úrslit sem að verður gaman að fylgjast með hann áfram. Hann býður spenntur eftir næstu viku. Þetta er einu í Ingvars og Jóhannu. Já, það er ekki ljóst ennþá hvernig hann fær. Nei. En sigurverðin í því en við verður anstæðingu Vignis eins og þú bentir á áðan. Það verður gaman að fylgjast með því næsta sunnudag, kæra áhorfendur. Þá fara fram 2 síðustu einvígin í 16-manna úrslitum. Hitt við er Birkir Ísak Jóhansson og Jóhann Hjartarson. Já, Getur verið áhugavert. kemur reynsluboltinn Jóhann Hjartarson til leiks. Og byrjarnar sérfræðingurinn Birkir Ísak. Já, það verður gaman að fylgjast með því. Næsta sunnudag, kæra áhorfendur, klukkan 7 síðustu 2 einvígin í 16-manna úrslitum og ég vona þið fylgist áfram með þessari skemmtilegu keppni. Við Ingvar þakkum fyrir okkur í kvöld. Verið sæl.